kærlega. Ég heiti Aldís Emma Hamilton, ég formaður samtaka Grannkera á Íslandi. Ég vil bjóða ykkur öll velkomin og þakka ykkur fyrir að koma hérna í kvöld, taka frá tíma til þess að hlusta á þetta mikilvæga málþing velferðarþvott, welfare washing. Ég ætla ekki að hafa eitthvað langa tölu þetta, en ég vil líka bara bjóða þá þátttakendur velkomna sem eru komnir. Við erum með, held ég, 7 af 8 flokkum og okkur finnst það rosalega góð mæting, þannig að við erum bara þökkum ykkur kærlega fyrir að taka tíma. Einnig erum við með Rósu Líf Darradóttur sem formaður samtaka velferðar dýra á Íslandi, já. Og þetta gert svona í samstarfi við þau. Við erum einnig með Þóru Jónasdóttur frá MAST sem ætla líka að vera hérna með smá erindi starfsemi MAST, ger ég fastlega ráð fyrir. Ég ætla bara rétt að hafa smá svona tiltekt. Við erum komin með merch, við erum að selja þessa fallegu bóli frammi, enda þetta málþing haldið í tilefni veganúar. Þó það sé tilefni veganúar, þá viljum við benda á þetta málefni sem snýr alltaf mikilvægt, allan ársins hring, og velferð dýra eitt af því sem myndi ég segir mjög mikið til siðferði þjóðar. Það verður hlé á eftir, það verða meiri kökur hérna í boði og við erum líka að selja fleiri bóli, þannig endilega kíkið á okkur. Þangað til ætla ég að spila myndband frá formanni Veganúari, formlegu samtökanna Wendy Matthews, en við nýlega tókum saman samstarfi við þau. Þannig að þetta allt orðið rosalega formlegt og flott og hún útbjó sérstakt myndband fyrir okkur hér á Íslandinu hinu góða. Hi, I'm Wendy Matthews, the CEO of Veganuary. When people care about animals, and I believe that most people do, they naturally look for reassurance that animals are treated well. Labels like free range, organic, and high welfare can feel comforting. But I want to talk today about an important question. Are those labels always telling us the full story? And that brings us to the idea of welfare washing. Welfare washing is when systems or products are marketed in ways that suggest animals are living good lives, while the underlying reality is far, far more grim. It doesn't mean that welfare improvements are meaningless. Many of these initiatives take incremental steps to reduce animal suffering. The issue is the assumption that's created, that ethical concerns have been solved and that continued consumption no longer raises serious moral questions about cruelty to animals. Terms like free range and organic often imply space and freedom and natural living. In practice, these labels usually represent relative improvements to the same industrial system only, not a transformation of it. We see welfare washing across many different countries and sectors. The egg industry is a common example, where cage-free sounds like freedom, yet birds may still live crowded in sheds packed together by the tens of thousands, often never seeing the outdoors. Are they in cages? No. But are they living a quality life? Also no. In the dairy industry, happy cow imagery persists despite routine separation of calves and their mothers. In fisheries, sustainability or welfare claims can mask the severe stress and suffering that fish experience during capture. These narratives are powerful because they allow us to feel aligned with our values without actually changing the outcomes for animals. This is the hard truth. As long as animals are treated as commodities, welfare will always have its limits. This isn't about blaming small farmers or individual consumers. It's about recognizing the industries designed around efficiency, scale, and profit will always place animal interests second. Welfare reforms can reduce suffering, but they can't eliminate the fundamental harm that's built into these systems. In countries like Iceland, where fishing is central to culture and economy, welfare discussions are often missing entirely. Fish are sentient animals, yet their suffering is rarely acknowledged. This is an area where honest conversation is urgently needed. To policymakers, I would say this: please don't let welfare language become a substitute for real progress. Transparency matters, regulation matters, but so does supporting food systems that no longer rely on animal exploitation at all. Plant-based foods are not just a fringe solution. They're practical and scalable and a way to reduce suffering, emissions, and health risks.
Reducing demand and encouraging the consumption of plant-based foods is how we reduce suffering at scale. That's why Veganuary is so proud to partner with the Vegan Association of Iceland. The more honest we are about welfare washing, the more empowered people are to make choices that truly align with their values. Takk. Thank you. Wishing you a very productive seminar. Þakkum Wendy kærlega fyrir þessi orð og ég hefði komið með þessu klappið til hennar. Ég hef ekki getað sagt þetta betur sjálf og ég samt sem áður Íslendingur. Vigdís Fríða Þorvaldsdóttir ætlar að leiða okkur hérna í gegn, hún verður fundarstjóri í kvöld og það ekkert fleira það að segja, en það nokkuð? Nei, frábært, takk fyrir mig og bara njótum alþingsins. Hæ, gaman að sjá okkur. Mér skilst að þetta sé 7. pólitíska málþingið sem við höldum í veganúar og það mjög gaman og af málefnin alltaf eldheit en það hefur samt alltaf tekist bara mjög vel til að hafa samræðurnar málefnalegar og ég var að segja hérna áðan, mér finnst þetta alltaf bara ótrúlega skemmtilegt. Ég skil ekki okkur að það ekki allir bara alltaf að halda eitthvað pólitísk málþing sko, og mæta pólitísk málþing. Þetta bara algjör snilld, bara alltaf gaman að eiga samtalið og umræðurnar og læra af sérfræðingunum og mér finnst sko, við höfum náð einhvern veginn að byggja upp svolítið svona skemmtilegan leið að þessu, alltaf að fá hérna sérfræðingana, svo pólitíkusana og taka svona saman í umræðurnar, fá spurningar og alveg svona, þannig að þetta verður bara gaman, bara segja ykkur það. Reyndar var ég að segja ykkur líka, dóttir mín þegar ég sagði henni að ég væri sko ekki að fara með henni heim á leikskólanum, heldur, væri að fara að stýra ykkur málþingi, þá sagði hún mig 5 ára sko, mamma, þú veist þú mátt segja nei. Og ég alveg bara, ertu orðið svona meðvituð, þú veist, lagi. Herði, hérna, ég ætla bara að byrja á því að kynna hana Róselíu Darradóttur hérna inn. Hún ætlar að fræða okkur hérna aðstæður dýra hér á landi. Hún formaður samtaka dýravelferð á Íslandi. Gjörðu svo vel. Kærar þakkir. Herðu, já, ég heiti Rósalíf og læknir og formaður samtaka dýravelferð og ég ætla aðeins að fara yfir þetta með ykkur. Þegar Aldís bað mig að fjalla þetta málefni, það fannst mér smá svona skrítið. Ég átti smá erfiðleikum með að sjá eitthvað á Íslandi þar sem þetta hugtak ætti við. Því það ekkert mikið af dýraafurðum til sölu sem eitthvað sérstaklega merkt með dýravelferð í huga. En við alveg, ég fann alveg nokkuð dæmi þar sem við getum rætt um. Ég sjálf vegan, svo það komið fram hérna í Veganúar og hef verið í 5 ár og það bara svona ákvörðun sem að ég tók og fannst vera ansi rökrétt eftir því sem að ég kynntist meðferð dýra í matvælaíðnaði. Þetta kannski svona þekktasta mál hérna á Íslandi sem að kannski fellur undir þessa skilgreiningu að vera svona velferðarþvottur en þau munuð örugglega mörg eftir þessu. Þarna var fyrirtækið Brúnegg að selja sem sagt egg í grænum fallegum eggjabökkum sem voru merkt sem vistvæn vara og stendur þarna að þær eru frjálsar og þær verpa í hreiður. Neytendur tóku bara mjög vel í þetta og fólk alveg tilbúið til þess að greinilega að borga aðeins meira fyrir matvöru svo lengi sem það veit að það farið vel með dýrin. Þessi egg voru eitthvað ég held sko 40% dýrari heldur en þessi hefðbundnu egg og reksturinn gekk vel. En það bara var alls ekki málið. Þetta var bara þvert við það sem stóð á pökkunum. Framleiðslan uppfyllti ekki vistvæn skilyrði. Fjöldi fugla var sko 60% umfram það sem að reglugerð vistvæna landbúnaðarframleiðslu gerir kröfu
Margir fuglarnir voru veikir, það voru mjög slæm loftgæði, það var erfitt að anda í þessu rými. Þannig að þetta var alls ekki eins og fyrirtæki vildi halda fram að það væri. Og meiri segja var þetta á heimasíðunni þeirra, af hverju brúnegg. Þetta eru fuglar sem að fá gott fóður, ást og umhyggju. Atlætið skilir sér í hollri og góðri afurð. Já, og eins og þið sjáu þarna að bara reksturinn gekk mjög vel. Hérna aðeins bara úr eftirlitsskýrslu frá MAST, þar sem getið lesið bara hvernig aðstæður voru. Þetta var alveg skelfilegt og ég held að það séu kannski nokkrir hér inni sem eru vegan í dag einmitt út af þessu máli. Mér langar aðeins að tala lögin okkar, velferð dýra. Þau eru mjög góð og falleg lög. Og þau voru tekin í gildi 2014. Og mér langar helst að hafa þessar greinar í huga, 1. grein og 21. grein. Það sem að við, sem fylgjumst kannski svolítið vel með dýravelferðarmálum, söknum, er að finna raunverulega fyrir þessum lögum í raunveruleikanum. Að það sem að standi í þessum lögum endurspegli rétt dýranna í raunveruleikanum. Og það má kannski bara nefna hluti eins og hvalveiðar. Við vitum núna í dag að hvalveiðar, aðferðir við veiðarnar, þær uppfylla ekki lög velferð dýra, en samt sem áður erum við einhvern veginn ekki komin á þann stað að banna þær. Og meira sem að gefa út nýtt leyfi með þessa þekkingu. Ég ætla að byrja á að tala aðeins svínin. Og mér langar að sýna ykkur þessa grein sem birtist í Bændablaðinu 2023. Þá er verið að tala skelfilegar aflífunaraðferðir í breskum svínasláturhúsum. Og þarna er talað 88% breskra svína sem slátrað á þann hátt og alveg skelfilegar lýsingar, svínin engist og þetta sé sársaukafullt og þau reyni að brjótast út úr þessum gasklefum. Og þetta er alveg sérstaklega merkt utan úr heimi, bresk svín, alveg talað þessi hræðilegu útlönd. En þegar við skoðum hvað er að gerast hérna heima, þá er bara þessi nákvæmlega sama aðferð einmitt notuð og hún er einmitt algengust. Og þetta er úr nýrri skýrslu, hérna eru tölur yfir slátrun svína og þetta er ný skýrsla sem var unnin að beiðni Kolbrúnar Baldur sem ég sé að er mætt hér og það er ofboðslega dýrmætt þegar þingmenn biðja svona upplýsingar og til þess að almenningur geti séð þetta. Hérna sjáum við að það eru 71% svína á árunum 2015 til 2024 sem fóru í gegnum gasklefa við slátrun. Við reyndum að vekja svolítið athygli á þessu, samtökin mín, og þetta komst aðeins í fjölmiðla og meðal annars þá var þetta fyrirsögnin, 1 sláturhús notar gasklefa og engar meira upplýsingar. Þannig að það hljómar eins og það sé ekkert algenga staðferðin, en það er langstærsta sláturhúsið, það er sláturhúsið sem slátrar alla daga og þið sjáðu það að það eru 550.000 svín sem hefur verið slátrað svona síðustu ár. Það komu innanbúðar upplýsingar frá starfsmanni Stjörnugrís sem lýsti því hvernig þetta var og þið getið lesið þetta bara, þetta er frekar ógeðfellt. Þau öskra og hoppa og trillast og missa viti þegar þau eru gösuð. En rekstrarstjórinn hjá Stjörnugrís, hann vildi ekkert kannast við þetta og segir bara að dýrin líða bara út af og sofna. Voðalega friðsamlegt allt saman.
Það var gerð svona umfangsmikil úttekt á sláturaðferðum svína og þetta gerði Matvælaöryggisstofnun Evrópu. Og þannig að hinar ýmsu sláturaðferðir þar sem að svínum slátrað voru skoðaðar og meðal annars þessi. Og niðurstaðan þessi að þessa aðferð skuli fasa út vegna þess að hún veldur ótta, streitu og sársauka. Vandamálið að þrátt fyrir að aðferðin eins slæm og hún þá hún samt besta aðferðin sem við vitum í dag til þess að aflífa svín. Eins hræðileg og hún Þannig að mig langar svona að benda á þessa 21. grein með þetta í ljósi. Er þessi aðferð virkilega að uppfylla þessa sláturaðferð? Gasið myndar sýru þegar kemst í snertingu við slímhúðir. Þetta svíður, þetta mjög óþægilegt að anda þessu að sér. Svínin bregðast við og þau reyna að gera hvað sem þau geta til þess að koma sér úr þessum aðstæðum. Þetta eru líka dýrmætar upplýsingar sem fengust upp úr þessari skýrslu sem að atvinnuvegaráðherra gerði núna. Og það það að halaklippingar eru ennþá framkvæmdar og þær eru gerðar á öllum svínabúum eða af öllum svínaframleiðendum. Og þessi reglugerð velferð svína, hún hefur verið í gildi síðan 2014. Og fyrst þegar ég fór að tala þetta þá fékk ég alveg nokkur skilaboð frá dýralæknum sem að fannst ég vera alveg út að aka og sendi mér þessa reglugerð og bara nei, herðu, þetta er ólöglegt, þetta má ekki. Þú ert að bulla, þetta er bara eitthvað sem er gert í útlöndum og við hættum þessu 2014. En allir svínaræktendur eru með undanþágu á þessu. Og já, þessi reglugerð sem tók gildi 2014, það vonast til að hægt sé að uppfylla hana árið 2028. Og þetta var langaði bara að sýna ykkur þetta var fréttefni 2013, þetta væri ennþá að gera. Hvað er halaklipping? Þetta er kerfisbundin aflimun af hala grísa. Þetta er gert við 2-3 daga aldur og þarna er verið að klippa í gegnum bein og taugar. Og þetta er gert án deyfingar. Grísirnir fá verkjalyf, svokölluð NSAIDs-verkjalyf sem eru svona bólgueyðandi verkjalyf eins og Ibuprofen eða Naproxen eða eitthvað svoleiðis ef þið kannist við það. Þau fá reyndar lyf sem heitir Metacam held ég. Og þetta er svona eins og ég myndi bjóða skjólstæðingi mínum upp á Ibuprofen og klippa á honum puttan. Ég held að þetta sé svona svipuð verkjastilling af þessu. Svínabændur voru aðeins spurðir út í þetta 2023 í góðu viðtali við Heimildina og þá segir þetta allt skepnuhald felur í sér einhverjar pyntingar og mér finnst þetta ágætis setning og ég er bara nokkuð sammála þessum svínabónda. Þarna líka einhver sem vill meina að þeir finni nú ekkert svo mikið fyrir þessu ef þetta væri svona mikið mál þá myndi þeir rengjast meir og svo er einhver þarna sem vill halda því fram að þetta sé ekki endilega vegna þess að þeim líði eitthvað illa að þeir sé að bíta halana af hver öðrum heldur sé meira svona eitthvað svona atferlisvandamál, eitthvað hegðunarvandamál hjá grísunum sjálfum, ekki aðbúnaðurinn sem við bjóðum þeim. Þetta er gert til þess að koma í veg fyrir þetta sem kallast halabit. Og svín eru bara ofboðslega forvitin og leikglöð dýr og þau eru með trýni og það er rosalega mikið í eðli þeirra að róta með þessu trýni þannig að þau vilja svona vera þau eru leikglöð og
og vilja hafa eitthvað að gera. Og þegar þeim fyrir að leiðast og eru kannski haldin við mikinn þéttleika og það skortur á aðþrengingu og það lítil umhverfisauðgun, það hávaði, það stress og það stundum svefnleysi líka, þeir eru svo margir, að þetta eru sem sagt áhættuþættir fyrir þessu sem að kallast halabit. Og hvað er hægt að gera til þess að koma í veg fyrir þetta án þess að afskræma líkama dýranna? Lausnin er þekkt og hún er augljós, það er bara að bæta aðbúnað dýranna. Veita þeim meira pláss, gefa þeim leikföng, gefa þeim einhvers konar undirburð þar sem að þau geta rótað, einhverja hugræna örvun. Svín eru þannig að þeim líkar meira þess að tónlist, þannig að það geti meira þess að hjálpað. Þannig og þetta er bara þekkt og þeir sem hafa framfylgt þessu banni halaklippingar, að reynslan sýni það að sem skiptir mestu máli er að hvert dýr fái nægilegt rými. Og Noregur, Svíþjóð og Finnland, þau eru dæmi það. Og mér finnst þetta svolítið áhugavert sem kom fram í þessari skýrslu er að svínaframleiðendur á Íslandi gera kröfur meiri þéttleika heldur en þessi lönd. Og svo fer maður að spyrja sig að því, nú er þessi reglugerð, hún er búin að gilda síðan 2014, af hverju er ekki hægt að fara eftir þessu? Hvað er það sem er að stoppa? Og þá er gjarnan vísað til einhvers konar skorts á fjármagni eða einhverju svoleiðis. Erfiðleikar að fá leyfi fyrir nýjum byggingum. En svo finnst mér þetta mjög áhugaverð setning sem var líka í skýrslunni hérna, að efnahagsleg sjónarmið geta vegið þungt í ákvörðunum hvaða kröfur séu raunhæfar að setja. Þannig að þetta held ég er oft málið. Þegar að við svo skoðum hverju þetta eru sem að rækta svín, þá sjáið þið að tvö stærstu fyrirtækin sem að sjá svona mest alla landsframleiðsluna, ég er búin að merkja þau með þessum örum, þetta eru langflest búin, þau eru bara frekar vel stæð. Og ég er engin viðskiptaseni, en fyrirtæki með svona hagnað, ég held að þau hafi alveg fjárhagslegt svigrúm til þess að gera betur. Og það er svolítið fyndið þegar við tölum þetta að yfirleitt er teflt þá fram minnsta svínabóndanum sem kannski er að reyna að gera sitt allra besta og það er einhvern veginn hann sem tekur alla gagnrýnina til sín í staðinn fyrir að séu þessir gæjar hér það sem við erum að beina gagnrýninu mest til. Svo er þetta, og mér finnst þetta svíða svo mikið. Á sama tíma eru þessir svínaframleiðendur að þiggja opinbera styrki til þess að geta uppfyllt þessa reglugerð. Og geta samt borgað sér 150 milljónir í arð. Sorry, hvað á ég langt? Oh my God, ég á svo mikið eftir. Ok, loddurinn. Það er eitt loddur að búa eftir á Íslandi og eiginlega, bara þetta er iðnaður sem er á hraðri niðurleið alls staðar. Flest svona lönd, það er einhver pólitísk umræða hvert skal stefna með þetta. Ísland, það er bara ekkert, engin umræða, engin stefna. Og hérna 2020 þá ákveður ríkið að styrkja þennan iðnað. Þessu minkana, við þurfum ekki að tala þá. Þeir eru ekki eins slæmir og allir halda, bara þeir eru líka skemmtileg dýr.
Og hérna var einmitt spurt, sko, hérna spyr hún Valgerður Árnadóttir, varaþingmaður Pírata, matvælaráðherra, hver stefnan er. Og það engin plön að fasa þetta út eða neitt svoleiðis. En það vísað í dýravelferðarlögin að dýr geti sýnt sitt eðlilega atferli eins og frekast er unnt. Og þá langar mér bara að sýna ykkur hvernig þessi dýr hafa það. Þau eru í þessum búrum alla ævi. Þetta er stærðin á búrinu og þetta eru hálfvatnadýr. Þau eru með sundfitt á milli tánna og rannsókn sýnir að meina þeim aðgang af vatni, það veldur þeim jafn mikilli streitu og að svelta þá. Þannig að þetta er ansi langt frá eðli minks. Ég reyni að vera ógeðslega fljót, það er bara svo margt sem er svo áhugavert. Sko, það er einn eftir og hann var einmitt í fréttunum núna rétt fyrir jól og hann er að tala um það að dýravelferð skipti hann miklu máli og að feldurinn frá minkunum hans myndi aldrei vera svona fallegur nema að hann færi vel með dýrin sín. Og hann er með þessa fínu velferðvottun, velför, þetta eru skilyrðin sem hann þarf að uppfylla þar. En hvernig er þessi bóndi raunverulega að standa sig? Hann hefur verið, held ég, í stífu eftirliti hjá MAST, hafa verið mikið af vandamálum. Dýr hafa verið að frjósa úr kulda hjá honum. Þannig að þetta er á velferðvottuðu búi. Þau fá ekki að éta á sunnudögum. Eitt dýr var mikið til étið og greinilegt 2 dýr höfðu verið í búrinu. Svo er það hérna, ég veit ekki hvort ég hafi tíma. Ok, mjög hratt. Sko, þetta er svolítið spesmál. Þetta er þetta blóðmerahald og fyrirtæki Ísteka sem kaupir blóð af blóðmerabændum og vinnur úr því hormón. Og þessi frasi hefur verið lengi á heimasíðunni þeirra, það sem sýnir áratuga rannsóknir sýna það að blóðgjafirnar hafa bara engin neikvæð áhrif á hryssurnar. Þegar ég fór að skoða þetta þá er bara engin grundvallar þekking til staðar hér. Þannig að ég fór að spurja mig sko, hvernig er hægt að fullyrða þetta. Það er engar rannsóknir sem sýna þetta og það er engin viðmiðunarmörk fyrir blóðgildi íslenskra hrossa til. Þannig að það var framkvæmd rannsókn. Ég fór á fund með matvælaráðherra á sinni tíma og sem varð hvatinn að því að það var framkvæmd rannsókn á þessu. Ég ætla aðeins að segja ykkur frá henni. Og það sem meira er að sko blóðmagn íslenskra hryssa eða hesta hafi verið ofmetið 10 lítra. Og hérna er svar frá sko sérgreinaða dýralækni hrossasjúkdóma. Það sem hún segir að það eru svona 36-37 lítrar í hverju hrossi þegar það er eitthvað nærði að vera 25, 26, 27 lítrar. Allavega, þetta er þá rannsakað og rannsakendur þeir leggja mikla vinnu í það að finna þessi viðmiðunarbil. Hvað er eðlilegt að vera fyrir stóðhryssu, fyrir fylfulla stóðhryssu og finna þessi hérna viðmiðunarbil. Ég er búin að gera hring það. Og ef við horfum bara til dæmis á þetta sem kallast HGB, þetta er blóðrauði og það segir svona til blóðstatus í líkamanum. Og þetta voru þessi mörk fyrir íslenskar hryssur. Einhverjum mjög skringilegum ástæðum þá ákveða rannsakendur ekki að nota þessi viðmið á íslensku stóðhryssunar. Heldur fá eitthvað allt annað og teygja sig í einhvern pappír frá sko seinni hluta síðustu aldar og vilja hafa neðri eðlileg mörk 80 þegar í raun og veru íslenskar hryssur voru þarna 113. Þannig að þið sjáu það er svolítið munur á þessu. Og ég bara skil ekki ennþá daginn í dag af hverju þetta var gert, af hverju var lögð öll þessi vinna í að finna viðmiðunarmörk fyrir íslenskar hryssur og svo teygja sig eftir einhvern eldgamlan pappír
sem að byggir sko á einhverjum tölum frá öðrum hestakynum. Það er ekki eins og tekið fram hvort það sé hryssa eða hestur eða heilbrigt hross eða veikt hross. Ég veit ekki hvort að það sé út af því að það er búið að segja í svo mörg ár að þetta hafi ekki neikvæð áhrif, að það yrði of slæmt fyrir allt kerfið. Ef við bara myndum loksins viðurkenna það að þetta er mikið blóðtap fyrir hryssurnar, þær finna fyrir þessu og það hefur neikvæð áhrif að þær. Þannig að ég held að sé bara alveg komin einhvern veginn út í horn með þetta. Og svo er náttúrulega þetta fyrirtæki, það gengur vel. Og það er svona, ég veit ekki hvort þið sjáu smá þema í þessu, er að sko fyrirtæki sem er að hagnast ævintýralega á dýrum, það er kannski eitthvað erfiðara að svona rekúlera þau. Sérstaklega þegar þau eru að verða svona rík á dýrum. Herru, þetta er bara örstutt, ég ætla bara að sýna ykkur að sjókvíaeldi er með mitt svona eitthvað voða, þessi Arctic Fish sem var með eitthvað rosa fína vottun og var í algjörum vandræðum alveg Það voru miklu fleiri dæmi sem ég fann. En ég bara þakka kærlega fyrir. Þarna voru hamingjusöm svín með halana sína hlaupandi úti. Takk fyrir. Erfitt að gefa stuttan tíma í svona umfangsmikla yfirferð, en þú gerðir þetta bara nokkuð vel. Ég hugsaði oft til orða minni að það væri svo gaman að mæta svona málþing og mennast að tala þetta vissilega svona frekar sláandi, mikið af þessu. En ég þarf stundum bara að minna mig á það að sko það er svo margt að breytast í heiminum. Vitið þið hvernig paprikan kom til Íslands? Ég heyrði það á RÚV daginn og það var í kringum 1980. Þá loksins skildi ég afa minn sem gat aldrei borða papriku. Og sko matarmenning, af því að fólk er ofta að segja sko gangi ykkur svo hægt að breyta, hún hefur bara umturnast á stuttum tíma. Svo vitum við líka miklu meira dýr og ég hugsa oft Jane Goodall sem dó á síðasta ári. Konan sem að fattaði dýr sem gætu notað verkfæri. Pælið í því, það er ekki lengra síðan við komumst að því. Og svo var í íslensku fréttum daginn, kúin sem gæti notað sóp, sáu þið það? Það var frekar magna, var kú sem gæti notað sóp til þess að klóra sér. Við erum bara alltaf að komast að því, dýr eru gáfið, gáfaðar en við heldum allavega. En hún Þóra Jónasdóttir, yfirlæknir Matvælastofnunar Íslands, yfir dýralæknir hún ætlar að koma hérna og kynna áherslur þeirra varðandi velferðarþvott og svara spurningum samtakanna. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst yfirferð, en ég ætla að segja ykkur spurningarna sem liggja líka undir, svo þið vitið núna hvað þið vona á. Fyrsta spurning er, fá bændur að vita fyrirfram þegar eftirlitsaðilar ætla að koma og taka út starfsemina? Varðandi hænur í lausagöngu er það rétt að það geta verið alltaf 6.000 hænur í einu húsi. Hversu marga fermetra fær hver hæna og hvernig er farið að því að þrífa undirlagið til að viðhalda hreinlæti? Og hver er þín upplifun af velferðarmerkimiðum á borð við hamingju, egg, lausagöngu, hænur og beint frá bíli? Stenst þetta kröfur velferð dýra? Og ég veit að þetta er kannski ekki alveg auðveldast að svara söllu, en þú reynið þitt besta, gjörðu svo vel Þóra. Já, þannig. Ég ætla bara að þakka fyrst og fremst samtökunum fyrir þetta fram og öllum sem að standa að því, því að mér finnst alveg frábært að fá þessa umræðu og auka þekkingu og meðvitund. Og mér finnst líka frábært að fá pólitíkusina, því að það er þar sem að ákvarðanir eru teknar. Og Matvælastofnun er stofnun sem á að framfylgja þeim ákvörðunum. Þannig að það er gífurlega mikilvægt að stjórnmálamenn og ákvörðunarvaldið sé meðvitað, sé upplýst
hreinlega fái fræðslu allt ferlið. Aðeins bara fyrst til að segja frá mér. Ég hef verið dýralæknir í rúmlega 35 ár. Mér bregður alltaf í hvert skipti sem ég fer að telja þessi ár. Mér finnst það náttúrulega hafa verið síðan í gær. Ég fékk það bil 10 mínútur. Það gæti verið ég myndi skrensa eitthvað aðeins yfir til þess að reyna að svara öllum spurningunum. En ég ætla að reyna samt og setti bara örfáar glærur. Ég sem sagt fyrst hóf störf í Ísafjarðarumdæmi sem héraðsdýralæknir. En svo fór ég aftur út og starfaði yfir 20 ár við Dýralæknaháskólann, bæði við kennslu, rannsóknir og fleira. En svo kom ég tilbaka og hóf störf hjá Matvælastofnun. Þá fyrst í stöðu dýralæknis gæludýra og dýravelferðar og tók svo við fleiri málaflokkum villtra dýra, loðdýra og tilraunadýra. Þannig ég er búin að fara breytt. Nú er ég búin að vera í stöðu yfirdýralæknis í rúmt ár og dóttir mín spyr mig ennþá, mamma, hvenær ætlarðu að fara að vera alvöru dýralæknir? En finnst þetta náttúrulega ekki vera dýralæknir, af því hérna áður þá var maður á næturvöktum og maður var að bjarga einhverju dýri og skera upp og með alls konar æfingar. En ég svara henni og mig langar til þess að segja ykkur, ég held að ég geti hjálpað miklu fleiri dýrum í þeirri stöðu sem ég er. Og þar getur maður haft miklu meiri áhrif. Þannig að ég fagna því og þó að ég að mörguleyti sakni klínik og praxis og sambandi við eigendur og þá reyni ég að bæta það upp. Og talandi hænur, maður finnur sínar einaðferðir. Ég er sem sagt með hamingjusamar 3 hænur í garðinum af því að mér finnst að þær eigi að hafa minnst 50 fermetra hver hæna og held mig þannig sem bóndi og í landbúnaðinu. Aðeins bara svo fólk átti sig á, ég setti eina glæru Matvælastofnun og hlutverk og eins og ég segi Matvælastofnun sem að vissulega á þá að breyta nafn og fara í samruna bara strax á næsta ári. En hún er sett með lögum 2008 og yfirdýralæknir hefur verið mun lengur og það var sérstakt embætti yfirdýralæknis áður og hlutverk yfirdýralæknis er mjög sambærilegt og embætti landlæknis. Óþarfi samt að kynna mig sem yfirlækni en yfirdýralæknir og einmitt í Færeyjum þá segja landdýralæknir. En eins og þið sjáið, hérna er skipurit frá stofnuninni. Yfirdýralæknir er embættismaður og á þannig að vera hægt að tryggja honum visst sjálfstæði, en engu að síður er hann undir forstjóra stofnunarinnar. Sem að getur verið pínu svona snúið hver tekur endanlega ákvörðun. En samkvæmt erindisbréfi að þá er yfirdýralæknir faglega ábyrgur fyrir málaflokkunum, heilbrigði dýra og viðbrögð við alvarlegum sjúkdómum, velferð dýra, súnum sem er þá sjúkdómar sem geta smitað á milli fólks og dýra, lyfjaónæmi sem er auðvitað mikilvægt ekki bara fyrir dýr heldur okkur öll, og málefni dýralækna og dýrahjúkrunarfræðinga. Á skipuritinu er eins og hann sé yfir öllum sviðum, en til þess að yfirdýralæknir geti einbeitt sér betur að málefnunum, að þá er hann ekki með mannaforráð eins og var áður, en er faglega ábyrgur fyrir þessum 2 sviðum sem að fara þá bæði með eftirlit og eitt mjög stórt svið, samhæfing, kölluð sem að segja náttúrulega ekki neitt, en það er dýraheilbrigði og velferð, fiskeldi, inn- og útflutningur, matvæli, aðföng, afurðir, slátur og svo deild. Og listanum er ekki plöntur, en plöntuheilsa er partur af þessu. Og þetta er stofnunin sem að stjórnvöld hafa falið það verkefni að hafa eftirlit með að laga ramma þessa málaflokka sé fylgt.
Og mér langaði kannski, ég hannaði þessa teikningu sjálf og var svolítið stolt af því mér fannst hún í raun og veru sýna hvað þetta allt samflókið. Og það þið sáu kannski á skipuritinu, það var talað eina heilsu. Og það sem betur fer vaxandi meðvitund í samfélaginu, hvernig heilsa og velferð bæði manna og dýra hangir saman og umhverfis. Og það kannski þessi auka. Við sjáum heilbrigði og velferð dýra, það verður að vera í lagi til þess að matvælaöryggi sé í lagi og til þess að heilbrigði manna sé í lagi. Dýralækna þjónustan þarf að vera í lagi til að þjónusta dýrin og greina sjúkdóma og segja frá ef eitthvað að, bæði í velferð og sjúkdómum. Við erum margar örverur og sníkjudýr geta farið á milli, þannig að það eru súnur sem smita á milli. Þetta eru sömu sýklalyfin sem verið að nota mörg hver. Það eru nokkur lyf sem reynt að halda fyrir mikilvæg meðhöndlun og reynt að vera að nota ekki í óhófi í dýr. Ísland hefur verið mjög lágt. Við erum að nota mjög lítið af sýklalyfjum fyrir dýr miðað við aðra þjóðir. En við erum að berjast við að halda því þannig og fiskeldið vaxandi geiri sem að nota sýklalyf sem við erum að reyna að vekja athygli á. Svo líka alls konar efni og lyfjaleifar sem þarf að tryggja að fara ekki út í samfélagið og að tryggja rétta meðferð á aukaafurðum dýra, þar að segja afurðir sem ekki nýttar til manneldis til þess að það valdi ekki áframhaldandi smiti. Þannig að þessi mynd í sínum einfaldleika segir ótrúlega mikið okkar samfélag og hvernig þetta þarf alltaf að spila saman. Og þá umhverfið ekki minna mikilvægt og plöntur eru þar á meðal. Þannig að við höfum aukið samvinnu okkar við eins og Umhverfisstofnun og stofnanir sem að fara með umhverfi og Alþjóðadýraheilbrigðisstofnun hefur lagt mikla aukna áherslu á að þjóðir fari að hugsa út frá einni heilsu. Og mig langar að taka sérstaklega fram, það eru sérstök samtök, ég bandir það ekki glæru á það af því að til að reyna að halda tímaramman, en ein velferð líka hugtak sem að bæði Alþjóðaheilbrigðisstofnunin og Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunin hafa rætt vegna þess að við vitum að velferð dýra spilar sterkt með velferð fólks. Þannig að við erum í sama heiminum og við þurfum að tryggja að við pössum upp á hann. Velferðarþvottur, og þá ég að leggja þann skilning í að hvernig get ég bakka hérna með það? Svona, afsakið. Nei, ég alveg hérna hægri vinstri á fjarstýringunni. Þá legg ég þessa meiningu í velferðarþvott, welfare washing, þegar haldið á lofti yfirlýsingum betri dýravelferð, án þess að raunverulegur, mælanlegur eða kerfisbundnar umbætur eigi sér stað, bara svo við séum öll með þá hreinu hvað velferðarþvottur. Þetta allavega það sem ég legg í hugtakið og það verið að búa til einhverja ímynd og markaðssetningu sem á ekki endilega stoð í raunveruleikanum. Og þess vegna fagna ég þemanu að þetta svo mikilvægt að neytendur séu meðvitaðir og þá kannski fyrst hvernig getum við áttað okkur á mögulegum velferðarþvott. Og þá kannski að taka hugtakið sem verið að markaðssetja eða nota í auglýsingu. Það mikilvægt að átta okkur á, þetta ekki bara text, þetta ekki bara orð. Þetta geta verið myndir af hamingjusömum dýrum á beit, þetta geta verið kýr með kálfa, en í raunveruleikunum fá kálfarnir kannski aldrei að vera með kúnni. Þannig að þetta gert kannski til þess að skapa aðra ímynd heldur en á sér stað.
Þannig að það sem að þið getið gert og dreift boðskapnum að hvað við þurfum að gera til þess að hafa krítíska hugsun og að átta okkur á, að því það er eins og kom í ljós í fyrri fyrirlestri, það eru miklir peningar undir og auðvitað eru sumir framleiðendur sem að falla í þá freistni að reyna að skapa sér meiri tekjur með því að fá fleiri til að kaupa og gera það með því að höfða til löngun þeirra til þess að kaupa eitthvað sem byggir á betri velferð. En því miður er það staðreynd að í mörgum rannsóknum þá hefur komið ljós að þegar fólk er komið á kassan og ætlar að velja vöruna, þó að þær séu í löndum sem að það er mjög skýrt merkt, að þá eru mjög stór hluti neytenda að velja það ódýrasta fram fyrir betri velferð, en það er samt viss hópur sem að velur að borga meira fyrir vöru sem þeir telja vera betri og þá er auðvitað mjög mikilvægt að það hafi stóð í raunveruleikunum að þau dýr hafi það betra. En svo þið getið hjálpað ykkur að átta ykkur á hvenær er þetta dýr sem að mögulega hafa það betra, er hugtakið vel skilgreint og kröfur uppfylltar, er áreiðanlegt eftirlit og óháð vottun þessa staðhæfingu og er gagnsæi niðurstöðum eftirlits og eru skýrslur aðgengilegar. Og skýrslur almennt eiga að vera aðgengilegar og fólk á að geta séð niðurstöðu eftirlits. Þannig að það er, og eins og við sáum áðan, þá er ekki alltaf samhengi þar á milli. Ok, takk. Og af kannski undarlegum ástæðum eða skiljanlegum að þá tók ég þetta dæmi líka. Akkúrat þetta, vistvæn afurð, ást og umhyggja og þessi hugtök eru dæmi sem eru notuð lífrænt, vistvænt, lausagönguhænu, beint frá bíli og hamingjuegg og ég var einmitt beðin að útskýra hvernig við litum á þessi hugtök og bara til þess að fara í gegnum það svo þið og aðrir áttið sig á því að lífræn framleiðsla það er eitthvað sem er innleitt með reglugerð frá ESB. Það eru mjög ströng skilyrði sem að liggja fyrir þeirri vottun að fá að vera með lífræna framleiðslu. Almennt má segja að það sé framleiðsla sem að leggur áherslu á betri velferð dýra. Fá meira pláss, þau fá meira, til dæmis hænur, varphænur, þær þurfa að fá úti aðgang og þær þurfa að geta haft gróður í úti aðganginum sem dæmi. En það er líka rannsóknir sem sýna að dýr sem eru að búa með lífræna vottun, þau fá meiri sjúkdóma, þau eru með meiri sníkjudýr af því þau eru í náttúrulegum aðstæðum og það er ágætt að vita það og stundum er verið að halda aftur notkun til dæmis á sýklalyfjum til þess að halda vottunni og það er ekki endilega alltaf dýri með sýkingu fyrir bestu að það sé haldið aftur að sér með meðhöndlun á því. Þannig að það sé gott að vera meðvitaður það þó að þetta sé góð framför að þetta sé til. Vistvænt, það var einmitt vistvæn landbúnaðarframleiðsla. Ég ætla bara að segja það beint út eftir minni bestu vitund eða ekki að segja neitt. Það er engin skilgreining eða lágmarksskilyrði. Það er ekkert sjálfstætt vottunarkerfi. Þannig að ef þið sjáið einhvers staðar vistvænt að þá er það í raun og veru ekkert garantí fyrir neinni betri velferð. Lausagönguhænur, við sjáum það núna á mjög mörgum eggjum og bara ykkur til upplýsinga að þá er ekki lengur til búrhænsni á Íslandi. Það voru gömul búr sem að þurfti að umhverfisauðga til þess að standast reglugerð og framleiðendur brugðust þannig við að þeir lögðu niður búra notkun alveg, í staðinn fyrir að uppfæra búrin. Þannig að allar varphænur á Íslandi eru svokallar lausagöngu. En á ESB markaðinum, eða sem sagt evrópska markaðinum, þá eru allir sem að stimpla eggin með hvernig þau eru framleidd. 0 þýðir lífrænt, 1 þýðir free range og bara, ég ætla að ítreka, free range er ekki sama á lausaganga því að free range þýðir úti aðgangur í evrópsku reglugerðinni
En svo þau með eitthvað sem heitir barn, sem sagt laust inni og þannig eru öll eggjaframleiðslubú á Íslandi nema eitt. Það er eitt lífrænt vottað. Og það væri, og ég held að þau líka selji það sem lífrænt. Beint frá býli, það er sannarlega starfsemi sem er starfsleyfisskyld og leyfisskyld og undir eftirliti, en það snýr fyrst og fremst að tryggja öryggi matvæla. Það er í raun og veru engin vottun eða leyfi aukna velferð. Hamingjuegg, það er bara eitthvað sem að framleiðandinn reynir að skella á eggin sín til þess að auka sölu og er í raun og veru ekki að garantera neitt. Ef þetta svona aðeins hjálpar til þess að átta sig á þessum merkingum og vera vakandi yfir þeim. Lög um velferð dýra, komst aðeins inn á það, frábært að við skildum uppfæra þau 2014, 1. janúar. Ótrúlega sorglegt að við skildum ekki fyrr en þá viðurkenna að dýr séu skynigeta verur og hafi eigið gildi og að við eigum að stuðla því að þau geti sýnt sitt eðlilega atferli. Ótrúlega seint. En ég langar að benda á lögin og afleita velferðarreglugerðir sem eru til fyrir alla tegundir. Þær eru til þess að tryggja dýrum lágmarksréttindi. Þetta eru lágmark, ekki leiðbeinandi. Það má svo sannarlega gera miklu betur. En það er nú þannig að margir eru að halda sig við lágmarkið. Í lögunum er skilgreint eigandi eða annar aðili sem er ábyrgur fyrir umsjó og það er bara ástæða að taka fram. Það er alltaf eigandi umráðamaður sem er skyldur til þess að tryggja dýrinu réttan aðbúnað og umhirðu og að sé ekki farið illa með þau. Af því við sem eftirlitsstofnun fá svo oft blammeringu fyrir ef að einhver umráðamaður fer illa með dýr. Það er svona álíka eins og ef að lögreglan væri blammuruð fyrir ef að einhver keyrir á rauðu ljósi eða keyrir of hratt. Það er ökumaðurinn sem ber ábyrgð, það er dýraeigandinn sem ber ábyrgð og sannarlega er eftirlitsstofnunin bæði háð mannafla og peningum og getur ekki verið allstaðar alltaf því miður. Tíminn er búinn, ég ætla bara að fara mjög hratt. Það var spurt mega 6.000 hænur verið í lausarými, já. Það er engin takmörk á hvað mega vera margar hænur, það er bara takmark per fermetr. Og fermetrafjöldin sem að má, og íslenska reglugerðin er mjög sambærileg evrópsku. Það má vera það bil í lausagöngu 9 hænur per fermetr. Þetta 7,5, ef það eru yfir 2,5 kíló, það er stofnfugl og svona ekkert margir. Hitt er sem sagt varphænur. Mjög hratt. Og þetta er bara frá erindi sem ég hélt fyrir háskólan að bera saman regluverkið á Íslandi og í Evrópu. Það er mjög sambærilegt. Þetta er reyndar orðið 39 fyrir kjúklingaeldi. Hvað segja 39 kíló kjúkling á fermetr? Jú, það er það bil 15 per fermetr eftir hvað eru þungir. Ef ég er þá miðað við þeir séu 2,5 kíló cirka. Þetta var undanþága að mega fara upp í 39 en það er núna reglan af því það voru allir með undanþágu. Og það er hins vegar ef að velferðarmörk standast ekki að þeir fá sár á fæturnar eða eitthvað annað vegna of mikillar bleitu að þá er þetta lækkað. Þetta er ekki mikið eftir. Við getum örugglega bæði mist okkur hérna að tala. Við getum báðar talað í allt kvöld. Svínin. Þetta er sambærilegt með Evrópu og þarna koma aftur pólitíkusarnir eða stjórnmálamennir inn. Það var fyrst heimilað meira pláss í íslensku reglugerðinni en eftir þrýsting frá framleiðendum á stjórnvöldu að þá var þetta minnkað. Þannig að núna er það sambærilegt og er í Evrópu og það er verið að horfa til Danmerkur af því þangað sækja íslenski framleiðendur mikið af sinni þekkingu og búnaði. En Norðurlöndin standa okkur framar, svo það sé sagt. Og þeir meina það sem þeir banna, eins og halaklippingar, þar eru þær bannaðar í alvörunni. En
á Íslandi þá með þessum undanþágum og því miður að þá bara svo, já, ok, þú getur ekki sett upp, hún læst, ok, ekkert mál. Ég var með eina glæru sem til þess að, að ég átti von á umræðu aflífun og ég ætla bara að fá að segja það þá munnlega vegna þess að þetta með gasklefa, mér finnst það kannski, það eins og þessi verið að reyna að láta þetta líta út svona eins og í útrýmingabúðum sem að allir tengja, já, ok, það er næsta. Nei, ég get reyndar flett, er það ekki? Þú setur það bara aftur upp. Ok, heyrðu, að því það verður að nefna, já, þetta er besta aðferðin þetta að nota koltvísýring. Koltvísýringur veldur ekki köfnun, hann veldur deyfingu og á Íslandi er skylt að deyfa öll dýr fyrir aflífun og aflífunin er falin í því að blóðga og það verður að vera gert undir meðvitundarleysi og koltvísýringur veldur meðvitundarleysi. Ef við lítum á möguleikana, fyrst ætla ég að segja það að það er ekki til aflífunar aðferð sem ekki hefur einhverja galla. Hún er ekki til. Og svín, þau eru mjög lítið fyrir að vera skorðuð. Þannig að skorðun og skot fyrir utan að þau eru með þykkara haus en flest. Þannig að það er mjög erfitt að ábyrgjast vel heppnað skot á stærri svínum. Þannig að það er aðferð sem að við viljum ekki nota nema á mjög litla grísi. Allt of mikil áhætta á að dýr líði. Þá eru þessar tvær aðferðir sem eru notaðar á Íslandi, það er rafdeyfing. Það fer straumur í gegnum heilann með töngum til að valda meðvitundarleysi og svo er dýrið skorið. Gallinn við þessa aðferð er að rafstraumurinn virkar stutt. Þú verður að tryggja ná að valda meðvitundarleysi áfram með blóðgun og það er auðvelt, það er nákvæmni til að hitta á réttan stað. Ef þú færið aðeins og aftarlega þá ertu bara að lama dýrið en ekki að deyfa að valda meðvitundarleysi. Koltvísýringur alveg rétt, það veldur ertingu. Af því hann er notaður í háum styrk. Ef hann er í lágum styrk þá veldur hann ekki ertingu en þá er hann lengi og lengur að virka. Í þeim styrk sem er notaður í dag er yfir 90%. Það veldur ertingu og óþægindum og við sjáum hana. Hún varir í það bil, samkvæmt greininni sem að EFSA og rannsókninni hefur gert, í 15 sekúndur. Og það er þess vegna talin sú besta aðferð sem við höfum yfir að ráða og hún varir lengur heldur en rafdeyfingin. Og þess vegna í raun og veru fögnum við því að þetta er á yfir 72% af öllum svínum sem eru aflífuð á Íslandi í dag, er með koltvísýringsaðferðinni, ekki fullkomin og það er sem betur fer. Ég fagna því að EFSA er að vinna að betri aðferðum þar sem eru notað aðrar gastegundir sem valda ekki ertingu. En eins og staðan er í dag, þá er þetta talin svo besta og öruggasta sem við höfum til þess að aflífa þessi dýr. Bara svona til fræðslu. Já, takk fyrir. Takk fyrir áhugavert framlag. Erfiður endir sérstaklega. Ég verði eiginlega að taka ykkur pásuna, næstu því samt. Ég ætla að leyfa ykkur að fara, fá ykkur kaffi og köku, en við höfum bara svona 3 mínútur til þess að halda, því að mér finnst mjög mikilvægt að klára réttum tíma, en við skulum vera svona snöggan á okkur í kaffi og köku og segja hæ við ykkur neitt.